Birgir, nú það fyrsti þátturinn af fjórum í hérna Stóru Akureyrarferðinni. Stóru Norðurlandsreisu Hilsins. Já, í óverinu mikla. Já, þetta maður sem þurfti aðeins að klappa til að koma í þáttinn og ég búinn að vera að klappa honum reglulega í svona 2 ár. Já, hann ekki búinn að vera tökuglaður í 2 ár? Hann ekki búinn að tökuglaður, en hérna, þetta eina af geitunum í leiknum. Þetta Helgi Jóhannesson, stórveiðimaður og bara villimaður. Hann gjarnan kallaður Helgi villimaður. Ok, já, hann alltaf í skot og stangviði. Já, hann bara hann í varg, hann í ref og mink og bara, einhvern flies it dice held ég, það lögulegt að skjóta það og svo hann alltaf svakalegur í laxinum og ekki síður í silung. Nei, það var svolítið skemmtilegu vingil sem við komum inn á svolítið lok þáttar aðeins minkinn. Hann alltaf hefur sína sjóna það og búin að vera mikið í kringum þetta. Einmitt. Veiðimenn þurfa aðeins hugsa svolítið til vargsins í sambandi við bara. Já, það sérstaklega veiðfélögin sem að standa þessum. Já, eða veiðfélögin, já. Opna augu þeirra fyrir þessu. En við værum ekki á Akureyri með okkur góða styrktaraðilum og það eru Eirberg sem fyrr og við minnum sérstaklega á túftu undirfötin. Þeir hefur bara ekki verið lít í vorveiðinu nema að vera í túftu og Það er rétt. Og svo það náttúrulega góðvinur okkar, Dotti og Gunni í veiðfélaginu. Endilega kíkið til þeirra í Nóatúnið og fá okkur eitthvað fallegt. Sílskinsokka. Sílskinsokkarnir maður, tala nú ekki um það. Nei. En svo eru líka með sérstaka aðeins að gera okkur kleift að fara þessa ferð og það er Afís bílalega. Minnum á að endilega ef þú ert á bara svona þessum regular station og ert að fara í einhverja góða veiðiferða. Spare yourself the misery og leigðu bara jeppa frá Afís og rúllaðu safe í veiðina á glænýjum bíl. Og svo það veiðiríkið, ekki bara eina, heldur besta veiðibúðin á Akureyri. Helgi Jóhannesson, njótið. Helgi, velkomin í Hylinn. Takk fyrir. Takk fyrir að hitta okkur í norðanföru Hilsins og gefa þér tíma til að spjalla við okkur. Ekki vandamálið. Hvar byrjaði þín vegferð í veiðinni? Þetta er bara svona típist eins og hjá öllum svona ungum drengjum sem að drepast úr veiðispennu þeir náttúrulega fara bara í hotsílinn sko. Já, ok. Það var af og amma byggu í Hörgárdal. Og það var náttúrulega bara alltaf verið að bíða eftir að komast í sveitina og svo var háurinn tekinn og krökkurnar og farið niður og byrja að háa og þetta er nú svona típisk saga svo náttúrulega drafst þetta allt þetta sólarhring sko. Svo var lækur sem að rann fyrir neðan bæinn og hann var alveg pakkaður á svona stubbum sko. Já, svona lækjalontum. Já, svona lontum og einn svona pundari sko. Og amma hún sagði bara þú mátt ekki veiða þetta er sko vatnasvæði Hörgár. Já, þetta er í útlegu. Já, þetta er í útlegu sko. Og ég náttúrulega notaði hvert tækifæri til þess að stelast í þetta sko. Svo þegar maður fór með kýtnar þá fór maður að brúna og lét kýtni með öngli og maðki liggja sko. Svo kom maður að tók fiskina á móðana sko. Skilurðu? Þetta var svona leynilega aðgerð. Og svo var ég búinn að mastera líka í þessu læk sko að grýthá sko og róthá. Já. Maður labbaði með steina og svo sá maður einn og dundraði steini og þá kom kveðurinn upp sko. Bara höggjaði steininum að lenda í vatninu. Svo ætlaði ég að fara að rækta sko silunga í sílapollinu sem var á svona pollur fullur á hotsílum og sleppti silungunum í þetta. Ég held að myndi náttúrulega að lifa á hotsílunum. Já. Svo náttúrulega drápst þessi ræflar alltaf. Já, alltaf heitt og lítið súrefni og eitthvað svona. Það var alls konar svona æfingar sko. Þannig að þú ert bara strax forfallin. Já, bara sem barn sko. Þetta var bara svona maður fann, fyrsta fíknin. Fyrsta fíknin. Það myndi ég segja sko. Hvar hvenær verður þetta svo svona, að verða einhverju raunverulega áhugamáli, þú fer að veiða á stöng og það er svona 6 ára. Þá fer afi gamla að taka mig með alltaf í haustbleikjuna í Hörgáni og það var náttúrulega fyrst þá var þetta þannig að
hann setti í og hann var náttúrulega svo góður afi og hérna leiði mér alltaf að draga sko og landa og allt þetta sko og ég man alveg samt eftir því þegar ég fekk fyrsta, þegar ég kastaði sjálfur út og fekk fyrstu bleikjuna sko það var stórt moment risa moment sko, eftir það þá veit ég bara sjálfur sko þarna á þessu tíma þá var haustbleikjan hérna náttúrulega í ánum minni Eyjafirði þannig að það var ekkert tiltökum mál að fara hérna einn dag og veiða 50 bleikjur sko á buffið sko þegar þið hérna fyrir norða að tala haustbleikja þá svona smærri bleikja sem gengur á haustin úr hafinu og fesk þú veist, svona 1 pund, 1,5 pund 2 pund eitthvað svona og þú veist, undir pundi líka sko mikið að þessu sko þetta er svona þetta er ekki fiskur sem að hrygna fínn matfiskur eins og göfli kallar þessu alltaf sko já, ég meina þetta er nýrunin sjóbleikja þetta er bara best sem að fær en þetta var svona hálfgeð geðviki sko því að það var bara hitt á rétta tíma á fjörunni og það var bara mók bara alltaf maður var að heyra, þú veist menn voru kannski með 150 eftir dag menn voru með bala með sér og bara útgjöf já, bara, þannig var þetta bara skilur og líkinni Eyjafirði og Svarfaðardalsánni og öllum þessum áminna sko en mín veiði var aðalega í Hörgánni svona sem barn með afa og svo náttúrulega þegar maður var svona þegar maður farið að treysta manni sjálfum sko þá fór maður bara sjálfur og var að maðka og leika sér sko sem er náttúrulega alveg geggjað ég meina þetta er náttúrulega geggjað hérna, þú veist í Eyjafirðinum það er náttúrulega alveg endalaust af möguleikum og kostar ekki handleggin af og náttúrulega bara á þessum tíma sérstaklega þó sé ennþá nóg að fiski þá náttúrulega ennþá tölvöld miklu meira þarna já, þetta var allt öðruvísi og svo færðist þetta út í það á vorin þegar bleikja fór að ganga niður þá vorum við inn á hérna Leiru við flugvöllin og það sem að Leirusjoppan er núna þar var garður út sko og þar stóðu allir með 1-2 sökkur og risastóra þríkrækju sem menn keyptu niður í Eyjafjörð sko það var bara eins og angeri sko og þar keyptust menn alveg að vera svona mest snillíkurinn í að húkka sko svo labbaði maður í fjörunum og spottaði fiska og sól og gott veður sko kastaði fyrir þá, maður sá að þau voru að renna þessa leiðina sko, kastaði fyrir þá beið og svo þegar ég komið þá Peysu tekin þetta var ekkert óðalegt í þetta en þetta er bara að ná í matinn þetta var bara, maður var bara að veiða en svo núna er þetta náttúrulega orðið þannig að það má eiginlega helst engi veiða þarna á þessu polli skilur og maður sér að litlu guttarnir nokkrir eru svona í hálfgjörnum kamagalla hérna inn á Leiru sko þangað til að Rósi kemur og reykar það burtu sko sem er náttúrulega hans hlutverk en þeir kannski í stóra samhengi hlutana á þess að við förum að missa kannski því þá er það kannski ekki stóra vandamálið eitthvað krakkar sé að veiðinu og bleikja á pollinum það eru stærri útgerðir sem sækja að bleikinu þar það er eitthvað annað sem er búið að ræða svolítið oft sko á miðlunum sko En svo hérna, því þú nefnir Hörgána og ég meina ég er búin að keyra hérna, þú veist, 300 sinnum síðan 10 ára á Akureyri á leiðinni Mývatnssveitina eða í ykkur alls konar veiði hérna. Maður keyrir alltaf meðfram þessari á hérna í hálftíma. Þetta er, þú veist, þetta er svona tiltölulega stríð á og fallega á köflum. Er þetta skemmtileg veiða og svona stunda? Já, þetta er náttúrulega eins og sumar ár hérna fyrir norðan það kemur jökulvatn í hana þannig að þú getur fengið sömur sem þetta er bara kakó endalaust sko og þá er bara vera duglegur að fylgjast með þannig til þú sér hún að vera græn og þá bara stakka leifi en þetta var alveg þannig sko að þegar maður byrja að veiða á fluguna og þá var maður kannski að fá svona 20-30 bleikur í daginn í ánni þú veist, skiptir ekkert máli á hvað svæðið var sko og þannig var þetta bara hérna í þessum ám en núna er þetta orðið svona menn eru rosa sátti með 5-7 sko og bara menn að nulla sem að var aldrei skilur en áin sem slík er þannig að hún er
mjög skemmtileg fyrir þá sem að nanna læra á hana eins og bara öll veiði sko. En kannski, þú nefnir jökuln og það er kannski erfitt fyrir veiðmenn í Reykjavík að kaupa sér og ætla að fara ykkur ákveðna daga og þetta er meira svona þú býr hérna fyrir norðan að skjótast. Já, þetta er meira svona, þú veist, það er bara grípa gæsina þegar hún gefst sko. Já. Þetta er eiginlega þannig sko. Hvar kemur Maríulaxinn og byrjar svona súþráhyggja? Já, hann kemur náttúrulega bara í Fnjóská og þá er það afi, þá er ég að veiða með afa eins og alltaf sko. Þeir eru svona yngri, ég var 12 ára og þá náttúrulega tíðkaðist það þegar menn fóru með krakkana með sér, þá var alltaf verið að lega þeim að laumast með aukast öng og svona sko. Já. Skiljiði, sem að bara eins og gengur og hérna hafa ofan fyrir þeim. Já, af því að ég gæti ekki setja á bakkanum og horta af að veiða, skilur það var ekki fræðilega sko. Nei, þú ert ekki bakkaskraut. Nei, ég er ekkert skraut. Þannig að hann henni fer með mig niður í Vatnsleysuhyl sem er þegar þú kemur niður úr Víkurskarðinu þá þar er Vatnsleysuhylur beint fyrir neðan. Þá rann áin öðruvísi heldur hann gerir núna og rann hún undir háabakkanum sem er þarna. Það er búið að bæja ánni frá bakkanum að því að hann var náttúrulega alltaf að éta meira úr landinu og núna er þetta svona litli grjótgarða það sem er reyndar mjög góður staður í dag sko. En þarna upp á þessum háabakka þá bara plantaði mig niður og með maðkinn og þetta og þá var Fnjóská þannig að það var bleikja bara þú veist allstaðar og hérna ég fekk einhverja 12-14 bleikjur og meðan afi labbaði upp í hyl sem heitir Eyrarhylur og hérna svo kemur það tilbaka, þá er ég með fisk á sem að ég gat ekki eiginlega að landa sko. Það er bara, þú ert með lax maður og það endaði þannig að hérna, þetta var svona 6 punda hengur grútlegin, alveg kokleiftur og þetta var alveg sjúklegt moment sko. Hvað ertu gamall þarna heldur þú? 12 ára, já. Þarna var ég búinn að taka 12-14 bleikjur og þannig lax og afi hafði mist einn lax þarna upp í Eyrarhyl sko. Hann var svona maðkakall sko. En við talandi maðkakallana, mér langaði að ræða við því að þú ert nú þekktur maðkakall þó vil nú einhverju minn allan að þú sért með orðnæmi fyrir ánamaðki. Horfir hérna á Sigga í veðuríkinu og er að dreifa þessum sögum þig. Hann alltaf má ekki tala maðkveiði í dag sko, leikuveiði. Já, það má tala maðkveiði sko allan í sögulegu samhengi. Já, í sögulegu samhengi. Og þetta er náttúrulega ákveðin menning sem er svona að deyja en kannski ekkert verra að varðveita sko. Ég held henni við sko, ég tek alltaf svona 1-2 á buffið sko á ári. Já, ok. Allaðana sko. Í Skjálfandalötunni? Já. Í drullunni sko. Það þýðir ekki að gleyma upprunanum sko. Getur þú veist, maður náttúrulega verður svo spenntur sko, þú veist að það er fiskur sem þú veist að verður að fara að taka. Þú veist, þetta er í rauninni svona bara eins og 20 gæi að taka á móti póstsendingu frá hjálpartækjabúðinni skilur þegar maður er ofan að pakka skilur og maður titrar alveg spennu sko þegar maður er að þræða sko. Ég hef aldrei veitt lax á maðk þó ég hef nú gert tilraun til þess þegar ég var að byrja að veiða þá bara, þú veist, þetta er tækni líka og bara tækni sem ég kann ekki. Hvað gerir góðan maðkuðið? Það er náttúrulega bara ég segi sko sjá fiska er náttúrulega rosalega mikil kostur og veiða nálægt fisknum geta staðið nálægt þeim á þess að stekja á og náttúrulega sett maðkinn í rétta stöðu fyrir fram að fiskinn og sumir segja að þetta er tökurlags og þessi tekur aldrei og ég er ekki þar sko. Þeir taka bara allir þegar ég er nei Hóvar þetta nei, manni finnst maður að geta tekið alla stundum og já, það var eiginlega þannig sko en ég
lærði svolítið mikið í þessari maðkvið að tengdapabba Dodda Blom hann var búinn að veiða með köllum eins og Gulla Bergmann heitnum og svona var í stjórnstangó já ég lærði alveg rosalega mikið á honum og það var alltaf í honum ef maður setti lax á maðk sko og mist hann þá bara þú kannt ekki að láta þá taka og það var alltaf svona viss trikk sko og finnur þeir byrja að goggi í sko svo hætta þeir þá tósar svona aðeins í þá sko og þá byrja þeir aftur og þá er þeir kóklettir og þetta er alveg rétt hjá hann maður hefur heyrt svona þú veist svona kúrikarsögur þú veist hann byrjar að narta og þú rífur upp eina Marlboro og freykir hann á hann í fylltið og þá getur þú brugðið við telur upp í 60 og allt þetta sko en þetta er svona ég held að aðaldæmi þessu sé að geta sko spotta á sko já, ég er sjálfur alveg og veiða stutta línu já, geta komið sér í þessar stöður á hans að styggja eins og nefnir og svo náttúrulega þetta sakka rétt og svona já, sakka rétt, það er náttúrulega alveg svona þekkt regla sko þetta eru bara frasar sem ég hef heyrt sko, ég kann ekkert á þetta nei, ég ákvað að sleppa þessum sakka rétt því að það var örugglega allir sagt hann sko já, einmitt en við höfum bara svo lítið snert á þessari maðkveiði sko, mér finnst þetta mjög forðinlegt og svona einhvern veginn í seinni tíð svona einhvern veginn eitthvað sem mann langar að fá okkur einsýn í sko já en þetta er svona eins og í Blöndu og svona þegar ég var þar þá var þetta svona bara ég veit ekki hvernig að lýsa þessu sko þetta var eiginlega bara svona kappsveiði sko þetta bara, þú veist, það var kannski verið að veiða á 1,5 metra línu sko og fiskurinn tekur og hann er komin í innan 30 sekundur í háina því það var verið að spója næsta fisk ekki þennan, þú veist ekki að spója að njóta þess þú veist, þú er búin að finna hann og þú ert að fara að taka hann hvað er næsti sem ég ætla að taka þetta snerist allt tölur, skilur við nú er sko það er búið maður veiði með alls konar fólki og það er alveg strax ljóst að fólk sér fiska mismunandi vel og ég var sjálfur þegar ég var að byrja að veiða sko alveg herfilegur í sko, ég bara veit ekki einu svona með pólverðgleru, ég gæti alveg verið bara með flugöldagleru því að þú veist ég sá hann ekki hvort sem er sko en svo einhvern veginn maður verður betri í þessu líka maður lærir að sjá laxin, maður veit hvernig maður að horfa og svo eftir þessu lengur ekki hverja á hann náttúrulega veistu hvað það átt að horfa skilur líka það náttúrulega og svo er það ekki alltaf að maður sjáu beint bara sér að þarna er heill lax og kannski áttar að því eitthvað sé sko kasta skugga á botninn og þá að sé það ekki botninn og eitthvað svona einmitt en þetta er list sko, maðkveiðin sko og þegar þú ert að tala um Blöndu þannig erum við náttúrulega ekki að tala um þetta fræga Blönduhúk við erum að tala um bara þegar þú varst að gæta þú veist þarna á þessum árum þegar voru að koma hérna grúpur af Spánverjum og mönnum bara í útgerð í Blöndu þá var ég var að gæta rosalega mikið með Kidda Gunn Kidda Original heitnum og við náðum rosalega vel saman í þessu sko og þetta var oft bara blóðbað sko þegar við vorum annars sko Getur þú lýst að þessu aðferðunum hvernig þetta var á breiðinu og í damminum og svona ég man eftir að hitti einu svona og þú lýstir þess að þetta er hálf skrautlegt sko þetta sko ég bara eins og í damminum að sunna maður bara satt þarna og horfði og maður náttúrulega það var stundum erfitt að sjá fiskana því að vatnið kannski svona skýja sko grænt þannig en maður vissi alveg hvað maður átt að horfa og hvernig það var og svo kannski datt eitt fiskur inn og það var bara út með þig og svo var þessu bara fjastýrt skilur og manni fannst maður sko í rauninni bara geta tekið hvern einasta fisk sem að datt inn sko þú veist það lítur á einhver leiti og Kitti á hinu bakkana skilur öskarandi á kallana alveg leta að heyra það skilur þetta lítur svo að vera svolítið kick fyrir ykkur líka því að þú ert í rauninni að fjárstýra öllu sem raunilega gerist og hann á klettinu já, ég menna maður var náttúrulega bara eins og margir gætar hafa sagt sko, ég var bara að veiða í gegnum kunnana skilur og svo bara lega fiskur að koma á þá bara hljóp maður niður og maður reyndi að vera eins fljótur og maður gat að koma honum í land konum í land, takk úr honum setja næsta buffa á og út með þig og býttu, þá ætla ekki komin upp á svo fór maður upp á
1 metr út, niður með stengina allt þetta skilur Já. og svo náttúrulega bara timburmennirnir skilur voru þeir að þurfa að labba með alla pókana Allt gósið upp stigana upp í bíl sko og maður titraði alveg að spennu sko yfir þessu eins og svo margir og gerðu þannig í gamla dag sko Og þú færið en þá kikkið svona þegar ég bara einn daginn þá hugsaði ég bara þetta er gott, ég nenni þess ekki lengur þetta er bara ekki gott sko. Ég meina, nú veit ég svo, þú veit mikið í Svartá ofar í kerfinu og þú veist, það eru menn með einhverja kenningar að Svartálagsin aðnum bara svolítið horfið í þessa útgerð til dæmis já. Það er kannski verið farin að sjá einhverja hnignun ofar í kerfinu út frá Já, að því manni þetta var líka það að maður fekk svona óbit á þessu maðkadrápi ef maður getur kallað þessu drápi á maðkina það nefn frá maður hefur horfið að þykja pínu væntu Svartá og maður hugsa alltaf hún gæti verið erfið sko og maður hugsa það er búið að drepa þetta alltaf það nefn frá svo var þetta náttúrulega til þess að Árni setur kvóta á drápi niður frá sem var samt 40 laxar á dag sko. sem var samt góður sko. 48 held ég 12 laxar á stöng en allavega voru menn ekki að gera eins og maður var stundum að taka þátt í kannski 20-25 laxar á stöng og einnig vakt skilur, það var búið sko. 100 laxar dagar já, og tengdapabbi og fleiri og fullt af góðum maðkaköllum sem voru hann sko, sem að voru bara að taka 100 laxar dagar sko. Léttilega sko. Og svo var alltaf að tala blanda versi sjálf sko, að því hún lituð það er bara komið annað daginn sko. Já, við erum alltaf að horfa á hana núna sorglegi fyrra og svona og náttúrulega fleiri, þú veist, það er ekki að líma þetta maðkuðina sko, Nei, ég held að þetta sé nú eitthvað annað sko, í kerfinu sko. Já, en þú veist, maður horfir á hvernig hefði þetta verið ef allur þessi þófiskur sem hafi komið hafi lent í buffinu núna sko. Já. Á hvað vegferð varum við þá sko. Já, en ég sá ekkert eitthvað rosa mun á Svartá sko, þó að drápiminkaðin er í Blöndu sko, einhvern veginn en mér varst ég sjá mesta mun þegar þeir voru með tjarnir í Svartá upp í Tegakot og þar mér varst ég sjá mesta mun þegar það hætti sko. Já, fiskur sem er að rata hann bara beint Já, mér varst þetta svona einhvern veginn detta niður sko. En eins og ég segi ég er búin að sjá 100 laxa, rúmlega 100 laxa vikur tvisvar Já, í Svartáni mikið og ég man ekki hvort það við reiknuð út sko, hvort það var 80% að þessu var bara yfir 70 sko, einu sinni sko. Það var bara bilun sko, hvað þetta var skemmtileg veiði sko. Já, og þá allt á ívningin og hittstúpu og garnettkonin Já, þetta er náttúrulega bara þú veist, við svo sem margt talaðum það í þessum þætti að ég er náttúrulega svona kynnið Svartá bara fyrir 3 árum síðan en er einhvern veginn komið algjör að þrá ekki fyrir þessu því að það er ekki vatnsleysi það er ekki djúpi dammar þú ert að veiða fiskinn á hraði sko Já, þarft ekki að strippa mikið eða svona, þetta er svona gott rek og fiskurinn er í dauðafæri á flottlínu og smá flug eins og margir segja sko hraði staðir og bara það er eiginlega bara engin staður leiðilegur í ánni, þannig sé sko kannski svona hlíðakort náða til að fara í taugarnar Já, jú, hlíðakort, hún er alveg það er svona leiðilegt bakstreymi og svona en sko Svartá getur verið alveg þú veist eins og við tölum oft sko þú veist, þú komst þarna og þú bara sást ekki fisk það er mjög erfitt að sjá laxinn þarna það stekkur ekki mikið heldur nema kannski brúnarill Já, jú þú kemur, sérðilega bara, það er bara ekkert líf og ekkert í gangi svo kemur á næstu vakt og þá er lax ykkur með einasta hil, stökkvandi sko við erum búin að lenda í þessu margóft sko og bara líst ekkert á þetta og svo bara næsta vakt bara fullt af fiski og þú veist, við vorum að pæli sko, er hann bara rúndinu með það Þannig er eitthvað rúndur með það þú veist, er hann að rúndurinn er í Blöndu eða þú veist, ok, þetta er kannski bara fiskur sem er að kvíla sig sko En það er satt, þú veist, það eru náttúrulega þessi staðir, þú veist, þarna Bröttulíðastrengur, Brúnarhylur og Tegakot og svona sem að halda fiskum alltaf, sko. Já.
eins og að maður að fara, þú veist, þetta þannig á, þú veist, vegurinn liggur bara meðfram og maður getur skotist, þetta ekki stóri staðir þannig að maður var að fara, þú veist, kannski fór á þessa staði á milli og jafnvel gæti maður kíkt á bakkan og sé bara, það engin fiskur hérna, svo kom maður daginn eftir og þá þú veist, voru mættið 2 svo daginn eftir var engin, svo voru mættið 3 Svo eru hiljararna sem er aldrei veiddir sko, það er rosa mikið af því og sumir eru alltaf 1 fiskur þú veist ég þarf að yfirheyra þetta off kamera sko. alltaf 1, en aldrei fleiri en 1 nei, skilur og svo eru ómerktir staðir í ánni sem að þegar við mættum að það bara löpuð þangað og fengur nokkra sko. Þetta er skemmtilega og líka þú veist, hún er svo skrítin og hún er svo röð og það er oft bara best staðurinn fyrir laxinn á löngum kafla er kannski bara 1-2 laxar fyrir aftan 1 stein sem er út í bara einhverjum ólganda sko. Þetta er nefnilega alveg ótrúlegt hvað hann er í miklum hraða með aðrar ár sko, fyrst mér sko. Það er kannski hægt vatn hérna sem þú myndir áætla að hann væri en þá er hann ekkert þar hann er í hraða bara, í hraðavatninu en einmitt, þú veist, svo staðir sem að eru þú veist, hún er rosalega bleikjuleg þú veist, hún er svona svolítið, þú veist, eins og þessar bleikjuár hérna á Norrlandi, röð og svona hraðastrengur ligna inn á við og maður, þú veist, þeir eru oft einmitt ótrúlega innalega eins og bara í Brúnarhill og svona maður, þú veist, einmitt fólk að vaða kannski bara ómikið og svo náttúrulega er hún það tær og svo er þetta náttúrulega stærðin á fiskum þannig er alveg frábært sko. alveg geggjur sko ég ekki stærri á sko ég er búin að sjá mjög marga stóra fiska þarna en mér langar að snerta aðeins aftur á maðkaviðinni þú veist, Hafralónsá þú veist, það er náttúrulega á sem að var kannski möðkuð of lengi líka og þú snertir nú eins á henni það var svo sem ekki mikið sem að ég var að gæta í maðkjaðan þetta var svona í restina á þessu sko sem að maður var í því og þá var þetta oft svona blönd það var mér að segja, þótt ekki tiltökumál sko að það voru blönduhól sem sagt ekki grúppa af félögum eða eitthvað bara blönduhól hjón og 4 brettar eða eitthvað og kannski hjóni voru að maðka og hinn voru í flugveði sko. Það var alltaf leið, það myndi aldrei ganga upp í dag sko. Nei, maður myndi ekki sett sig það en svo náttúrulega á eins og Hafralónsá var hægt að taka þessa fiska bara náttúrulega gintær víða hár bakki ekki mikið mál að sjá það kannski og sér það ákveðlega en þú veist, ertu að renna þarna þú veist, ég meina þetta eru stóri staðir og svona eða ertu bara að þverkasta maðki eða hvað bara allavega sko en svo náttúrulega þetta var eiginlega bara veitt í spað þessar ár á þessu svæði á hverju einasta hausti sko eins og bara allstaðar annar staðar náttúrulega Mér langar að spyrja út í eitt atriði sem var svona kannski sérstaklega tengt Hafralónssoni það er þú veist, það er vitað að víða í Evrópu svona á meginlandinu og í Brellsegjum hefur verið veitt á rækju og það er svona borist orðað því að einhverjir hópar mætt þarna með formalitunga með rækjum í, varstu vitna þessu? Ég vildi aldrei gæta í þessu dóti sko en þetta voru Spánverjarnir eða Spánverjar og frakkar sem voru að koma með rækjur í formalínu náttúrulega og svo var þetta rosa dúrleiri skilur sett upp á pinna og vafi með tvinna til að halda svo föstu og þar var þetta ég þekki menn sem hafa orðið vitna þessu og eða voru 10 laxar í hyllum og þetta var sett út í þá bara koma þær allir skilur þetta var svona kannski eins og að vera með maðk eftir flugu og þó þá eru það með maðk og þú mætti með rækju það fyrst svona rækjuofnum rækjuofnum og staðir sem maður ekki búin að eins og er þarna mjög hraði staðir ég var búin að heyra til dæmis staðir sem heitir 8,5 engin fiskur búin að veiðast í þessu í sko fleiri vikur sko kom kannski 5 upp úr honum á rækjuna sko skilur þannig að þeir gerur rosa skurk með þessu í mörgum á og sem betur er þetta búið sko sem betur fer þetta er mest sögur sem að ég hef heyrt að þessu sko þú veist ekki sjálfur að með pinna að föndra þetta nei, ég fór ekki í það en þetta er satt svona áhugaverður vikill á þetta
En hérna, þú ert ekki sko, þegar maður hugsaður því í dag, þú ert náttúrulega ekki kannski, þú veist, eins og það hefur komið fram, þú ert ekki að veiða mikið á maðk og þú haldir svona smá tengingu við þetta og, svona, og þú ert ekkert síður í silungnum og þá helst í Litlóni. Já, minn urri hefur alltaf verið þar sko, frá því ég var krakki sko. Þú er ekkert hort á Laxá, bara orðið ástfangin að Keldukörnu. Þetta nú svo förulegt sko, Laxá bæði í urriðanum og svo aftur Laxá í Laxinum. Ég búinn að fara tvisvar á kortsvæði ævina og ég heima hérna þetta hérna nánast í garðinu sko. Það alveg magnað. Já, en sko það var einhvern veginn bara þannig, ég bara byrjaði að horfa með pabba og mömmu í Litlóna og maður hékk þar á bökkunum á vissu stöðum og með maðk og flot og það er náttúrulega mikið slí í botninum og svona, alltaf flotið sko. Já. Eða oftast sko. Og mókvettum að það náttúrulega þangað til áin var eiginlega bara búin sko. Já, hún var ekki, þú veist, það var, já, hún var svona svolítið kláruð og hérna, og svo kemur Pálmi þarna, var það ekki, og svona situr við að sleppa og bara flugur. Pálmi og Elling eiga náttúrulega heiðurinn að þessu, myndi ég segja hvernig áin er í dag, sko. Maður sá alveg strax bara á, hvað ég segja, 2 árum, mun, sko. Og þessi stóru fiskar sem maður var alltaf að veiða, þeir voru bara horfnir og varst að fá bara 35 cm titti þarna kóklekta skilur eða krakkarnir sko þegar maðkurinn var sko þegar þetta datt alveg niður en svo breyta þeir þessu og þetta var bara frábært finnst mér sko þó að margir hafa verið brjálæðir og pabbi og mamma náttúrulega voru ekki dána þau veið ekki að flugu sko og þannig að þau eiginlega hafa ekkert veitt þarna síðan að þessu var breytt sko sem með svona eins og alltaf þetta er pínu sorglegt þegar eitthvað tekið það er í rauninni verið að taka frá því ég myndi alveg vilja fara með vildi alveg halda áfram að fara með þeim að veiða eins og maður gerði alltaf þarna en þú veist bara veiði ála og er orðið svo mikið og það er svo margi veiðimenn og eitthvað þetta er bara og margi góðir það er líka orðið bara ómargi góðir held ég sko en hvernig veiða á er Litlá fyrir þér ég nú farið þarna nokksurum þú veist og veitt og átt skemmtileg moment en ég hef ekki alveg náð einhverju svaka tengingu við þetta svæði beint Nei, þetta er í rauninni sko stórkostlega á sko finnst mér eins og allir vita þá er náttúrulega rosalegt fæði frambúðana sko og það er svona eins og með Svartá og þú getur alveg komið þarna og það er bara ekkert í gangi ekki neitt og maður það stundum að segja við þegar ég hef verið að gæta og maður stundum þurft að segja við kúnnana sko býttu bara þangað til að uppítakan byrjar skilur þá sérðu hvað er mikið af fiski skilur og hérna að því að áin virkar bara dauð en þá er bara svo mikið æti niðri að það bara er engin hreyfing þú skilur stundum ekki sko akkur er ekki uppítaka, það er bara brjálæðislega gott veður sko akkur er ekki uppítaka, það er klak og þú veist allt löðrandi þeir þurfu ekki að gera annað en bara að sitja og opna munnin það er bara svo mikill matur þarna sko og þetta er svo náttúrulega bleikjan þarna og í gamla daga þá voru að veiða svo mikið sjóbleikju sko en núna miklu minna minnst eins og það er náttúrulega bara eins og aðstæða sjóbleikjan búin að dala sko og náttúrulega áinn kannski hlínað eða eitthvað það er ekki að vera svo sem orðið bara einhvern veginn meiri urriða já og svo eins og í sumar það var náttúrulega alveg rosalega gott veður og þá náttúrulega bara var á Skjálftavatni komið upp í 20 og eitthvað gráður sko og þetta var of heitt fyrir fiskinn sko bleikjan er ekkert að koma í þetta sko nei hún bara fyrir út í hérna hangir í einhverjum kaldaverðinslu með þeir bara út í sjó eða upp í Jökulsá eða eitthvað svona en þó að maður fari þarna og veiði viku þá áttu og þetta er ekki löng á hún er bara einhverjir örfáu kílómetra sko ég man ekki hvort þeir eru 7 og þó þú sést búin að vera þetta í viku að gæta 5 stangir þá finnst þér aldrei eins og þess að búin að fullu veiða allt saman
og gera í rauninni það sem að þú hefðir átt að gera það sem er ég hefði átt að prófa hana skilur þú? Já, þegar ég farið þarna þá er svona, þú veist, frá þessu blessaða ræsi þarna sem að efst í ánni og hvað ég segja, svona 1,5 kílómetri niður það er svona kannski einfalt svæði fyrir einhvern sem er að koma að þessu að svona lesa og þú veist, nóg fiski og svona svo þegar maður er að fara neðar þá svona svolítið allan að mér fallast mér svolítið hendur sko, þetta breiðir svolítið úr sér, þetta er svolítið mikið vatn og hérna minna landslag í ánni, þú veist ekki þessar svona S-beigur eins og eru þarna efst og svona Nei, ekki svona obvious hiljir Nei, en þetta eru þegar tæti í ykkur Þetta er í rauninni bara ef þú kemur þarna og veist ekki neitt þá myndi ég segja sko frá ræsinu eins og að kalla, þetta heitir enda veghylur svo á skulum bara kalla það sem það segja veghylur það er miklu fallera nafn sko bera virðingu fyrir ánni minni frá honum og niður segjurinnar og að fyrsta hliði sem að er þarna sem sagt, við byttuhólin og það er augljóst svo kemur í hitt og alveg myndi ég segja niður að Nýjabæ getur við eitt skref fyrir skref og áttu von á fiski nema það eru örfáir svona 20-30 metra kaflar sem að er 0 sem er 100% það er engin fiskur á en þú getur reyni farið út það eru merki náttúrulega við staðina en þessi merki eru bara merki sko. það er bara jafn mikill fiskur þannig séð dreift yfir ána og ef það sem er að háa bakkar og þú getur labbað í góðu veðri þá sér það kannski eitt stóran hér og eitt hér og þú veist 50 metra upp þetta er einn og svo tveir og hann er rosalega dreifður í ánni sérstaklega þegar það líður á tíman sko. Já, ég hef nú bara verið þarna á vorin og eins, eitthvað aðeins í byrjun júlí en það er nú kannski ekki seint en mann eftir ég myndi að hafa keyrt þarna eins langt og maður getur keyrt og hérna og þú veist það er rók og þegar það er rók á svona vatni og þú ert að koma þér fyrsta skipti sko þá er þetta er eins og árenni uppi dyr Já, þú sérði enga sauma eða neitt sko, hvað er djúpt og hvað er grund og eitthvað svo erum við að keyra þarna upp með og minni svona eins og að það hefði verið einhver gámalengja einhver svona í bakgrunni þarna þegar maður er að horfa yfir á himbakkan þá er þetta á réttarvaðinu Já, þá er einhvern veginn vindur í stendu þannig að þá er logn akkurat þarna á svona 50 metra kafla á vatni sko. Og það lendum við bara í bullandi þurrflugveiði á bleiki sko. Þetta er svona, þeir eru þarna, maður veit það en maður er svona, hvar á maður að byrja sko, hvar á maður að enda þegar maður veit ekki nákvæmlega þegar maður er ekki með eitthvað sem segir sér bara byrjaði bara hér, þú ert að kasta á fisk Svo eru blettir sko, þú veist það, eins og ég segja að fiskur á öllu þessu svæði þangar til þú kemur niður að Nýjabæ þá er þetta orðið svona meiri sandar og leiðenda svolítið svona sjóbyrtingslegt Já, það er orðið meira svona þarft að lesa í þetta sko sjá einmitt ála og svo leið sko en það eru fiskar allstaðar en stóru fiskarnir þeir eru á vissum stöðum og þú getur í rauninni kötta þá eða ætla bara reyna að veiða stærri fisk þá ertu bara á vissum stöðum á vissum tíma dagsins skilurðu og þetta er bara það er svona sem að hérna þetta er í rauninni bara klukkan 7:30 ef við erum í september þá fer þessi þangað skilurðu þetta er bara vissir kapla sem eru bara með drjólan og þeir eru ekkert eitthvað að heilsa upp að sko nema að sé fara að dimma sko skilurðu Já, þetta er svolítið svart líka þetta er svona, þeir eru mjög exposed þeir eru eitthvað mikið að skríða upp úr þessum hólum þeir eru mjög styggir þarna fiskarnir og yfirleitt fer maður ekki nógu varlega að þessar á þegar maður er að veiða að því maður einhvern veginn bara þetta er svo stórt en maður sér það stundum með að logn þú ferð upp á einhvern háan bakka og fiskur bara einhverstað lengst niður frá að byrja hreyfing sko. þetta er miklu viðkvæmara heldur maður heldur þarna. Fyrir svona 20 árum síðan þegar ég er að byrja að veiða á flugu eða einhverju viti
þá var litla og alltaf talað sem sjóbreytingsá fyrst og fremst. Já. Hefur þetta ekki svolítið, þetta er náttúrulega ungt land og ung á, yngsta á Íslandi örugglega. Já, 70 eitthvað verður hérna jarðskjálfti og sem þetta verður svona. En hvað er byllandi sjóbreytingur hérna þá, eða er þetta urriði eða bland? Það er eiginlega bara eftir í hver að veiða sko. Ok. Það er bara þannig sko. Þetta er einhvern veginn þannig að manni finnst erfitt að sjá, er þetta sjóbreytingur, er þetta urriði, og ég er búin að vera með útlendingar sem segja allir fiskarnir séu sjóbreytingar sko. Já. Sem að veiða. En nú maður séð þú veist eins og neðan vassmyndir á veturna þar sem að fiskarnir eru bara í þessum hitta vermslum hana og liggja þarna bara eins og skötur sko. Já. Þetta er alveg rosalegt magna fiski þarna sko. En svo er þetta þannig að sum ár þá er fullt af þessum bláu eða silfruðu sjóbreytingum, það fer ekki á milli mála sko. Það eru fiskar með lúkki eins og úr Húseyjarkvísl eða skilurðu? Svona djúpir kubbar. Já, og með bláa litin og allt þetta, en svo bara sum ár þá er rosalega lítið þessa fiska, og þá ertu svona í vafa hvort þetta sé sjóbreytingur eða urriði sko. En þú veist eins og þú ert þarna þvælast þarna í september, þú veist, sem að maður myndi segja að vera í sjóbreytistími. Já, það er alltaf það er alltaf birtingur sko. Alltaf birtingar. En hvernig ert að veiða þarna? Og svo eftir í sem það fer neðar í ána sko, þeim er meiri líkur á því þú sérst að taka silfraðan sem að hreistirinn myndi detta, að þú myndi fara með dragan upp í sand sko. Já. Þú skilur hvað er að menna. Það er svona, það er meira þá hana neðan til í áni sko. En hvernig ert að veiða þarna? Þú veist, nú er náttúrulega, þú veist, þegar maður er verið þarna á sumri til, þú veist, þetta er eins og þú segir, fiskurinn styggur og svona, þú veist, granitaumar, þurrflugur, púpur. Já. Þú veist, svo náttúrulega er sjóbirtingur, þú veist, þú veist, ég myndi ekkert leggja í það að reyna einhvern veginn að byrja bara neðst þarna við Nýjabæ og byrja að púpa mig upp einhvern veginn. Nei, sko, það er ekkert rosalega mikið það nefnilega í litlana, menn ennþá að menn sé að púpa upstream en jú, það er aukast sko, en þetta hefur verið eiginlega bara mestmægnis streameraveiði og náttúrulega á vorin er þetta náttúrulega bara fiskurinn svangur og það skiptir engum máli hvað þetta veiða sko. Ekki neinu sko, hvort þú ert að púpa eða með stóran svartan songur sko, skiptir engum máli, þeir taka allt. Já. En svo haustin þá er henni og svo ég takið það réttir röða miðsumast þá bara nymfur í yfirborðið á reki, bara niður fyrir þig, bara einhver svona wet flies og svo það er rauninni það sem að ég nenni að gera þarna miklu meira heldur en að vera uppstrím við það sko. Einhvern veginn. Já, ég meina þetta er þú veist, þegar komið niður fyrir þessar beygjur og ég mynd þetta er í rauninni bara og þú fær tökur, þetta er svona eins og hitstökur á laxi sko, stóra örða, alveg geggjað sko. Já. En þú erum líka skoðanir á því hvernig er komið fram við fiskilanna, ég meina það er náttúrulega ljóst að það er mikil endur við þarna og þeim fisk sem maður hefur séð að þeir eru svona með alls konar merki þess að hafa verið veittir áður og svona. Já. Og menn náttúrulega, þú veist, það er opnað hann í apríl. Já. Þetta er náttúrulega rosalega langur veiðtími sem er orðið náttúrulega eins og í mjög mörgum ám sko. En ég myndi vilja hafa þetta, þá er ekkert bara að tala þess á sko, heldur bara allar ára að sérstaklega á vorin í ískulda sko, að halda þessu greiðum bara í vatninu sko. Já. Fyrstu ætlum að veiða á þessu tíma. Keep them wet eins og keep them wet sko, á professional málinu sko. Við erum ekki að draga þá upp í hraðfristinn sem að norðangattur og -10 er. Já, ég svona áttaði meila á þessu þegar ég sá hana í 10 stiga frosti og brjáluðum vindi að þegar eyraugarnir skilur fóru bara í svona í krullur sko, þegar varu verið að mynda þessa fiska sko.
Það eru náttúrulega vermslanna, fiskurinn bara þó að þessi 10 stef frost þá þeir áinn 10 gráður þeir eru 10-12 gráður heiti sko þeir komaðu upp og svo náttúrulega þú veist, við getum alveg tekið myndina bara í hafnum sko. Þetta er einhvers konar lausfristing bara Glasseraðir af vatni og þeir get ekki verið sko hressir eftir þetta sko. Þeir enda bara í humaröskju. Við erum náttúrulega alltaf í opnun og svona við ætlum svona við erum alltaf að reyna að hafa háa skilduna miklu sko til þess að sé ekki verið að draga fiskarinn upp á bakka. ég held að það sé ef við ætlum að vera við þessa fiska svona stemma þá held ég að menn þetta þú veist, það er heldur ekkert gaman að taka mynda vel flestum sko. Nei. Hvort þið Það ert ekki að taka mynda öllum fiskunum með eitthvað svona trófí, grab and grin. Nei, það er bara hafa bara í vatninu og taka úr þeim. En nú er örugglega mikið að mennum og vera með töng. Vera snöggur að þessu. En nú er örugglega eitthvað að mennum að hlusta sem að bæði veitt í litla á eða langar að fara. Já. Þú veist, og flestir eru að ferðast þetta því að þetta er nú ekki alveg í bakarunum hjá flestum sem eru að hlusta sko, og þannig að þeir eru að gera þetta á sumarlegis tíma þú veist bara, þú veist, flugur og annað sem þú myndir kannski geta bent mennum á að hafa í huga þegar þeir eru að fara þarna júní í litlu á sko þetta er rosalega einfalt, þetta er bara eins og annar staðar fasan til já þetta er sko með þörfluguna sko ég er alveg hrikalega lélegur þörflugugæði sko, ég kann ekkert að veiða þörflugu sko þurfti kannski að fara á námskeið á þér einhvern ég skal ekki segja það hvort þú getur lært eitthvað af mér en það er allavega í boði námskeið ég hef alveg fengið slatta fiskum á þörflugu þú veist, ég kann ekkert á þetta þess vegna það er svolítið gaman að maður hefur fengið svoleiðis kallaði gætir í hana maður lærir mest af þeim þá lærir maður af þeim sko en þetta er ég myndi allavega bara að vera með Black Ghost er náttúrulega eða við erum að tala byrjum að straumflugunum sko, þá var þetta Black Ghost og sem maður náttúrulega drepur allstaðar sko það klikkar ekki og rektor og þessi dýrbítar bara og noblerar dýrbítur eru náttúrulega verið til hann á bakkanum eða fær nafnið sitt allan fær nafnið sitt hann á bakkanum sko en svo er ein fluga og þetta er bara eins og púpa með marabúskotti og strippur hatt eins og svona laxastrippi sko. Bara svart marabú og... Já, eða ólega eða eitthvað þetta er alveg dellið annars sko. Bara, þetta er svona eins og algjöri mín í noblera sko. Já. Svona svolítið öðru sí Það gæti að verið svona dægurflugu lirfa Já, ég noti kattis eða eitthvað sko. Þetta er kallað damselnymf Damselnymf, já, sem er til dæmis sko Ég hef notað þetta alveg opbóðslega mikið til dæmis í villika vatni þetta er mjög delli í fluga þetta er sko, mann er alltaf að reyna líka til síli og alltaf konir í sko þennan gæða sko augu 5 cm en sílin eru bara centimetrar sko langflest það er alveg þannig og þetta er svona gert sem einhver eftirlíkinga lirfu drekaflug sem á ekki heima hérna það eru lítið í Keldukörnu þetta virkar ég sko maður sá einhverja fagurbláa drekaflug glakkarna græn ólífugræn marabú með bláu glimmeri maður bara, hvað er þetta? Og svo bara, þetta svínvirkar sko. Helgi, þú ert náttúrulega þú ert mikill minkur í veiði og alls það sem þú gefur fara sögur aflarhróttum og annað þú getur ekkert reynt að neita fyrir það og ég veit að reyna það en maður segir ekkert frá hinum dögunum sko. Nei, sem maður fær ekki neitt þeir eru margir líka sko. þeir eru nefnilega alveg margir sko. En eins og vill átt verða með svoleiðis menn, þá ertu dregin út í leiðsögn á einhvern tímúti, hvernig byrjaði það? Já, það var bara það var í rauninni sko Stebbi Sig sko sem að Akureyringur er Akureyringur og er núna að reyna að selja mennu veiðilegu alls staðar sko jú. og
Ég náttúrulega sko langa alltaf að fara í þetta sko, gæta að vera bara Geta bara verið allt sumar í vera allt völunum sumar í vöðlunum og veiða sko og og hann bara hringir í mig einn daginn og segir bara heyrðu þú voru að koma og ertu ekki til að koma og í Háralónið og ég hef aldrei verið þar sko það skiptir engum máli Þetta hljómar eins og hann hafi verið þarna að steppi að vinna á gullaldarárum Laxár þegar allt var einhvern veginn að bara umfóki voru svo allt og margir kunnar og allt að fá gætar og ég bara ákvað að fara í þetta og hann renni bara ég kem bara og hann renni bara létt yfir ána sko þannig kvöldið og svo náðu í kallana háttegina eftir nýr og Þórsöfn og ég náttúrulega bara fæ spurningaflóðið hjá gæjanum þegar hann sestur í bílinn sko. Hvað áin löng og hvað margir veiðistæðir og allt þetta sko. Hvað heitir þessi bóndabær og allt ég var með þetta allt á hreina því að maður lesa það og undirbúa það og svo segi ég við hann fer ég með hann í áttuna og segja það alltaf þetta neðan við grjótgarðana og svo rosalótt göngufiskur fyrir ofan Efstagarðinn það pínulítil hóla þarna sko og hann tekur fyrsta kast ekkert annað kast búm smálags ég bara yes bara glundraði þessu úr raskatir það svo gott sem sko þetta var geggjað og allt það og svo bara gekk mjög vel að gæta þessa daga og fer svo með framhaldinu í Breiðdalsá og það gekk líka bara ágætlega og svo það sem skemmtilegt þetta annar þessara manna sem að ég gæta þarna í mínu fyrsta gætiri við erum perluvinir í dag okay. og höfum veitt mikið saman og flutt inn kalla í veiði og svoleið sko frábært þannig að það var mjög spes og hann náttúrulega sagði við mig skilur mig grunaði þegar ég sagði hann að loksins bara 10 ára setna eitthvað ég hafði aldrei séð Háralónið þegar ég var að gæta hann og ekki breytla svo heldur þá sagði ég mig grunaði en þegar við tókum fiskinn á fyrsta stað þá bara hugsa hann þekkir þetta útveginn og ekki vandamál þetta sko það náttúrulega típist sérstaklega Bretarnir sko þeir testaði alveg sko þeir eru með tilbúinir eitthvað svona spurningar hann líklega búin að lesa það í einhverju e-maili sem að steppa senda hann hvað áin löng og ég las þetta sko þessi 23 eða 6 kílómetrar ég með þetta alveg hreinu sko þannig en það gaman að því þetta steppi hann reddaði með fyrsta gætirinn og svo náttúrulega fekk maður ekkert frið sko eins og allir sem maður eru byrjaðir sko það alltaf nóg að gera í þessu sko já, sérstaklega núna, það eiginlega bara fáralegur, það bara gæta skortur á landinu en nú að maður er í smá pásu frá þessu svona þannig sko já, þú minkað eins við en þú ert svona kannski allan að teki í eði svona í seinni tíð við Sela og kannski Ásana svona, er það einhver svona, hvernig endar þar svo? Það í rauninni bara sko Ásanir, það svona það nú svolítið langt síðan ég var þar sko en svona þangað til fyrir 3 árum eitthvað svoleiðis þá var ég náttúrulega mjög mikið Seló sem náttúrulega alveg frábær á og eina uppáhalds ef ekki að verða það svona uppáhalds sko en Ásarnir það var náttúrulega bara í gegnum Átna sko mest megni sko og það var stundum alveg því líka ruglið þar sko þó það var ekki maðkur einmitt, það þarf ekki maðkinn til eða ná að fiski ég og Helgi Guðbarnas við til dæmis gætuðum 80 pluss ára Spánverja sko í nokkur ár það var með minnir yfirleitt síðasta vikan í júlí þeir veittu svona 2-3 tíma vakt kannski og þetta voru svona 120 og ég man mest þá voru þeir held ég með 180 eftir 6 dagana sko Jesus. og sló 2 stangir og
gamli kallar sem að höfðu ekki mikla yfirferð sko. Nei. Og eins og minn hersöðingin hann gamli sko. Þú varst búin að nefna um einhverja sögu eða einhverjum góðum hersöðingja. Já, hann var svolítið sérstakur sko. Við skildum alveg hvern annan sko. Þó að hann talaði bara spænsku og ég skil ekki orðið henni og ég talaði bara íslensku og hann gerði allt nákvæmlega sem maður sagði honum að gera. Hann hafði lært það örugglega af Kittagun. Já. Og það er ekki gefinn Tomma þar. Því Kitti gæta hann sko áður og þetta var alltaf þannig sko að þegar ég mætti í hús á morgnana þá benti hann bara lappirnar á sig sko. Þá þurfti ég að reyma skóna því að hann gat það ekki sko. Já. Og ég gerði það bara og það er svona eina skipti sem ég sætt mig við að vera þjónn. Bara böttler. Ég veist alltaf að ég gæt ekki þjónn. Já. Þarna sætti ég mig bara við að ég væri eiginlega bara svona eins og þjónn sko. Já. Svo keyrði ég alltaf með hann í Krókhill og sem er náttúrulega eitt frægasti staðurinn á ánni og tók tjaldstólinn á baki sko, leiddi svo kallinn í ána og það var náttúrulega alltaf fiskur á þessu tíma, þetta var náttúrulega besti tími og ekkert vesen og stundum bara tók kallinn kannski 6-8 laxa upp úr þessum hil og þetta var ekkert eitthvað vesen sko. Nei. Og alltaf hélt ég á þessum stól fyrir hann svo að það bara regla, hann bara kastaði tók fisk landaði honum og svo bara leit hann og dró ég á stólum og hann setti sér stólinn og svo leit hann á klukkunni 15 það var alltaf 15 mínútur sko. Hann kunni það jú 15 minutes hann gæti sagt það hann gæti sagt það sko. Og svo bara tók að tíman og það var bara búin mínútu þá stóð hann upp og tók annan og stundum var þetta eina sem við gerðum alla vaktina. Já. Vorum bara í einum hil en svo var það stundum sem við löpum upp í Söðanesskvörn og tók einhverja fiska þar og svo niður í bíl og búið. Hann fór í þessa 2 staði en aðra staði labbaði hann ekki í. Hann var hann í viku eða? Já, það var alltaf 6 dagar sko. Og bara veitt 2 hilli á dag? Já, max. Svona 2 kannski 3 ef ég var heppinn sko. En kallinn hans Helga og svona SSR og tók frá Rafitu og nýr í Krókhill sko, stundum. Já. Þetta magna það er náttúrulega líka skemmtilega við að vera í þessari blessuðu leiðsögn. Það er náttúrulega allt þetta á að vera fólk sem maður hittir sko. Svo var eitt heldi fyndið sko. Það var þarna viss staður í Krókhill sem að þeir bara tók ekki nema setti smá hraða á fluguna. Strippar aðeins inn. Og Kitty sagði mér að þú tekið eftir í sko að ef þú segir finish þá eða stopp þá líður bara sekund og þá byrjar hann að spóla inn og ég bara þá nota þetta þegar flugan komin á tökustæðin. Já, tökustæðin. Og það var alltaf bara Paraiso, stopp og þá kom alltaf bóm, fiskur. En þetta var svona eitt af það sem Kitty kendi mér. Ég lærði alveg rosalega mikið á honum í sambandi við svona. Hann er náttúrulega eitt af þessu legendum sem ég allavega fekk ekki tækifæri á að kynnast í lifandi lífi en maður heyri mikið af svona þegar maður er að tala menn sem að ég lærði mjög mikið á hann og svo eru náttúrulega fleiri góðir sem að ég hef lært mikið af sko. Denni náttúrulega við náttúrulega veitum mikið saman og höfum gætað mikið saman sko. Mikill spekulantur og fleiri tengdi í maðgnum og svona. Já. Þannig að þetta er svona þetta verður ekki til tómarúmi, það þarf að læra af öðrum Já, og svo er maður líka lært af sko, bara lélum við þeim sko. Nú, ok, líka ég var til dæmis með einn í Háralónu sem að ég var með hann í 4 daga holli hann var svona ég ekkert sérstakur veiðikatt sko en átti samt laxið á úti Skotlandi og hann dró upp úr veskinu eitthvað svona taum með svona risastóra möller sko
hún stóðst heil engrækju, 2 flugur á tömnum og honum gekk ekkert eitthvað sérstaklega vel að fá laxa en samt einhverja og allt í lagi með það og hérna grenja alltaf það að fá að veiða þetta sko og ég hugsaði bara þetta, þú veist, náttúrulega með stórkallastælana skilurðu, þegar maður komið sjálfströsti í ánni, en þetta virkar ekki hérna, erum ekki til þessu og hérna helvítis möller og eitthvað svona helvítis rugl sko droppir og eitthvað já, og þetta bara sem sagt, það svona kannski 30 cm, þá kemur droppirinn á tauminn með þessum stóra möller og svo svona meter kannski þar er hérna stótt steil, einhverja númer 14 og ég, já, eins og ég segi neitaði að setja þetta undir og svo hugsaði bara, ok, ég get ekki gera svona leiðilegu kalkari sko var að leiða honum að gera það fer með hann upp í stapa og þá fer hann að útskýra fyrir mig hvernig það virkar þá er þetta þannig að möllerinn hann náttúrulega bara skautar býr til smá læti og disturbans mikið læti sko þetta við erum að tala sko svona gömlu einhverjuna númer svona langur strímir með númer 4 sko, laxa einhverja sko bara risa bolti sko og hérna þeir taka alltaf stótstelin sko svona einhverja 10 sem tekur möllerinn og ég bara ok, prófum þetta, fer með hann niður og niður í stapa það er náttúrulega alltaf laxa þar hann setur þetta út í, það var bara brjálaðist allt sko það var bara einu landa, annar mistur og einhverja reysingar sko svo prófaði hann þetta í einhverjum hyljum eftir þetta og alltaf eitthvað í gangi þetta er leynitryggi góða sem það ætlar að segja okkur já, þetta er svona leynitrygg sem ég ætla ekki að segja neinum en það er engin leynitryggs lengur með öllum þessum meilum og podcastum og algjörlega en ég meina þú veist bara ef að þetta gefur bjargar einhverjum meil lags einhvern tímann það er betra að gefa henn að þykja já, þarna er henni læri maður eitthvað skiluru en ég held að ég væri miklu klára en hann sko en hann er bara með þetta og hann svo bara sagði mig ég veiði hvernig einasta fisk á þetta í ánum minni þetta er bara komið með enn eitt verkfæri í þína tösku sko já ég man eftir að hafa prófa svona í einhverju bríjari og hérna verið með hits bara, svona klassist hits eins og við þekkjum og einmitt á hérna pointinu bara Francis 16 sko já. Og það var sama sko, þú veist, þetta veiti rosa vel og alltaf tók hann Francisinn sko já. Og maður var með þetta kannski sumar langt einhvern tímann og svo bara gleymdi maður þessu sko já, ég hef ekki prófað þetta í mörg ár Nei, ég hef ekkert gert það lengi heldur sko en það hann gaf mér svona uppsett sko sem ég átti, svo bara týndi og svo bara myndi eftir þessum daginn fyndi á skuli nefnda Helgi þegar ég var akkurat sko, það var svona vakið fyrir mér að ég er að fara hérna, ef að COVID leifir til Argentínu við að sjóbyrting og hérna, og þar við vorum að ræða þetta, ég og Birkir bara daginn að hérna, þar eru þau mikið með svona stóra green machine og svo bara, þú veist, silungabúbu aftan í og það er einmitt þetta, hérna, þú veist hann reyður svo miklu vatni, grípur einhvern veginn aðtekli fisksins en þú veist, hann er ekkert endilega til í að taka eitthvað svona taka litla dótið sko það eru glikkur sem getur græða sér bónus laxa þessu kommenti það væri gaman að heyra af því að mann alltaf eitthvað að prófa það sko en hérna, það er hérna, við erum með styrtaraðila á þættinum eins og alltaf og hérna sem hérna ger okkur kleift að halda þessu úti og það er hérna einn af þeim er Eirberg og þeir eru alltaf með fasta spurningu hérna í þættinum fyrir utan alltaf ég var alltaf að segja öllum að drífa sig í túftu undirfötin og allt það sko sem er alltaf bara, þú veist að það er goes without saying sko þetta er besti undirfatnaðarinn á markaðanum en þeim langar alltaf að vita hérna eftirlætis veðistæðar eða svona hvert er reikar hugurinn á fullkonum degi þeir eru náttúrulega rosalega margir eins og hjá verið flestum sko en ég var með 2 að því varst náttúrulega búin að undirbúa með þessu spurningu sko en ég get eiginlega ekki valið á milli en það er sem sagt rauðhylur og krókur í Selá og það er svona staðir sem að maður fer eiginlega ekkert í nema það gerist eitthvað sko og tæknilega séð er rauðhylur svona einn erfiðasti laxstaður sem að
þú getur veitt sko. Að hvað leiti? Það bara, þú þarft bara að þú ert að veiða flotlínu og þú ert að veiða smáflugu og þú þarft að kasta vistlangri línu, standa akkurat á þessum stað og menda akkurat á rétta tímanum og línan, það svo skrítið strömmlega á honum sko. Það myndast eitthvað svona dauð lína í miðjum hylnum og þannig að línan í rauninni svona. Já, þú hendur mendinu og hún kemur svona einhvern veginn í bögu. Já, þetta svona tæknilega, þegar þú finnur út úr þessu þá bara ertu með þetta. Já, ok. Og þú ert með þetta. Þá bara ferðu í þennan stað að það kemur alltaf fiskur. Já. Eða svona eitthvað líf. Já. En tæknilega sé hann rosalega erfiður og þú þarfst að byrja að strippa á réttu tíma og allt þetta. Og hrikalega skemmtileg fiskur og náttúrulega stórlagsstaður líka. Og einn af þeim stöðum sem að náttúrulega kveikna fyrst á eftir að fiskurinn farin upp í Selá sko. Og allir verði ekki að velja hann svona fram með krók út af þessum svona pælingum sem maður er búin að leggja í þó að koma niður í krók er eitthvað svona öðruvísi sko. Þú ert bara von í einhverju svona skál geggjaðstaðar og það er ekkert þar nema fullt af laxi og stórum sko. Og frábær staðir. Nú einhvern veginn þegar maður tala við sko góða veiðmenn þá þú veist, mitt komaður oft inn á þetta ég hekka því, þú talar sko mendið, kastið, staðsninguna þetta ekki tala sko blútsjárnum og þetta er eitthvað sérstakt þú veist, sem að þú hefur lært og þér finnst svona gera veiðmenn að góðum veiðmennum í þú veist, mendinu, horninu sem þið kasta eða þetta er mikið að pæli því þegar þú ert að veiðalags. Já, mjög mikið sko og það eru bara sumir og sérstaklega er eitt atriði eins og þegar menn er að veiða smáflugu sem að margir vita að bara ef þú réttir ekki tömnum þá fari ekki fisk ef þú réttir ekki tömnum í kastinu skilur byrjar ekki strax að veiða, hún er bara að byrja að veiða þegar hún komið fram hjá fiskinn. Já, hún er að byrja að veiða svona þegar hún á 20% eftir sko. Þetta er líka eitt sem að ég sá þetta í Langá þar var þetta þannig að maður kastaði og svo þurfti maður að menda og hægja eins mikið á einhverju mikroflugu eins og maður gat það var eina leiðin til að fá það til að taka á bara beinni línu skilur ef það var smá bugur ekki fræðilegur. Þetta er svona eitthvað kannski menn festast oft mjög mikið í þessum flugupælingum ætla að leysa gátuna þannig sko það eru bara fleiri hlutir in play sko. Já, en hotnið sem þú kastar er fyrst með mikilvægt sko og einmitt að rétt úr tömnum og svo náttúrulega þegar þú ferð út í það kona sem að er í rauninni það erfiðast að held í flugveiði sko þá snýst þetta náttúrulega að þú þarft að menda á réttu tíma og fá hana til að sökva og allt þetta sko og mér finnst bara rosalega fáir veiðamenn vera með þetta með kónin sko þú getur kastað kón og hann er alltaf upp í yfirborðinu sko. Já, þú ert kannski meira staðsitja þvert á fiskinn sem þú ætlar ekki að veiða sko. Já, maður er þvert á fiskinn og annað sko en ég veit ekki hvort þetta er orðið svona bannorð í flugveiðsamfélagi en að tala eitthvað annað en yfirborðsveiði sko. Nei, alls ekki hér allavega. Nei. Þetta er allt mitt bara verkværi sko. Þetta er allt verkværi en svo er náttúrulega búið að taka þennan möguleika út eins og ég Selá og það jafnar veiðina af því það er ekki einhverjir einmitt þessi kláru gæjar sem að geta komið og tekið bara bum bum bum. Já, einmitt. Með öllum aðferðum, það er í rauninni ein aðferð í gangi og það er yfirborðið og sem er mjög spennandi sko. Já, og virka fyrir þau í rauninni. Mörg liti og það ég held að þessi fleiri kunnar sem að skils mér eru ánæður, það er ekki eitt sem að fara ekkert og einhver annar sem að fara 30 sko. Náttúrulega það er orðið svolítið ójafn leikur líka, þú veist, þú ert kannski með einn góðan veiðimann með góðan gæt og hann getur gert, þú veist, execúta þetta kónadæmi sko. Ef maður er með mann sem að getur gert nákvæmlega það sem þú vilt gera skilur þá er ekkert gaman að vera eftir þess sko. Nei og þú veist, það er rauninni bara þessum gætum sem eru með þetta sko
það er nefndi tilgangurinn í þessu að þú veist, við alltaf tökuna auðborinu og jafna veiðina einhver leiti sko. En það er líka ágætt á nefndir sko rétt úr flugunni og svona, þú veist, ég rétt úr tömnum að ég dreigist inn í einhverju umræðu þarna og kallaði hrokafullur og eitthvað þegar ég var að lýsa því að gef mér finnst það alveg lýgilegt hvað Íslendingar eru latir að annarkvort kónatauma eða veiða á kóníska tauma. Þú veist, þú ert að kasta langt og það er oft vindur og svona. Já. Og þetta er ekkert máli að grýta einhverjum black ghost með þungum kónhetta eitthvað, það er bara þyngdin í flugunni réttir úr þessu, en það veið á smáflugurnar. Þú veist, þetta er bara eins og að keyra bíl og fara aldrei í 5. gír sko, stoppar í 4. Af hverju hætta, þú ert búin að pæla í öllu 200 krónur stönginni, línunni 200 krónur veiðileyfi og svo ertu of flottur og svona, ég er of mikill sveitamaður til að kóna tauminn minn. Er það eitthvað sérstök dyggð? Ég eins og hjá mér sko, ég hata kóníska tauma sko. Já, þú veist sérstaklega í leiðsögn því að þetta var yfirlega þannig að menn kom með eitthvað orvis einhverja gamla orvis tauma skiluru eða hvað þetta var og ógeðslega mjúkt í endan. Já, þetta bara sást alla sko og það var alveg öruggt að ef það tók fiskur þá sleit hann. Það er bara, þú veist, það er bara þannig að ég einhvern veginn tók yfirleitt þetta drasl og sagði bara þetta fer ekkert í ána og hensi bara rusli sko. Já. Og fannst það bara nokkuð gaman sko. En þú veist, það er einmitt með þessar kónísktöfum að það er að klippa á tilbaka og bæta aftur á þá eða bara taka sjálfur, þú veist, faðma 20 butta maxima, gera ráð fyrir að böttið sé rúmlega helmingur og svo bara splæsa kannski 15 og svo 10 framan á það sko. Ég er gæinn sko sem að þegar ég er koðan að bakka sko bílum þá bara hvar eru tömmanir og svo finn ég bara einhverja rúllu sko. Er þetta maxima þetta er 10 kíló ok, og svo fer ég bara stað. Já, en þú þarft að geta rétt úr þessu. Ég veit það, en já ég er rosalega lítið að pæla í þessu en eina sem að ég svona er farin að gera það er ef ég er með mikroflugurnar þá vil ég hafa flúorkarbontaum. Já. Einhvern veginn að því að ég sérstaklega hæg á vatni, ég nenni ekki að horfa á gáru af tömnum sko. Nei. Það verður að brjóta filmuna. Já, komast í gegnum filmuna ef þú sér tauminn hitsa á vatninu á eftir einhverju pínulítilli þryggreikju sko eða tvíkreikju, hvað það er þá náttúrulega færðinga fisk sko. Nei. Það er alveg örugt nema að sé alveg bara sprellgengin já, nýkomin sko ég sé bara að prófa eitthvað nýtt sko. En þú veist, þetta er allt svona djöfullin er einhvern veginn í smáatriðunum sko, að vinna þetta með sér. Ég er mjög svona ég gleyma pæli smáatriðunum af því að ég bara hugsa að komast út. Já, en þú veist ég er ekki að segja að vera fanatískur á að kóna til tauma á eitthvað, en ef þú ert þú veist, að bara baksíði að fá fisk þá eru alls konar svona hlutir sem geta bara einhvern veginn hjálpa þær að komast á að gera þetta aðeins auðveldara. Ég hef klálega séð það menn sem eru í þessu eins og það er miklu meiri seglónskalla sem að vilja eyða tíma í þetta og maður sér alveg munin og kostum. Já, það er alveg þannig sko. Leið að koma smá vindur og eitthvað ætlar að vera að kasta þessum flugum sem að hafa enga þyngd. Þessar pinkulitlu laxarflugur eða tala ekki þurrflugur létta nefnför eða eitthvað svoleið sko. Þú sérð alveg munin sko. það er alveg þannig að samt einhvern veginn er maður svo kærulaus Já, það er nú líka bara það sem að víslíkar erum sko, þú veist, við höfum einhvern veginn alist upp í landið sem var bara alltaf nóg að fiski og það fær alltaf eitthvað já, þú veist, svo fær maður þessu útlendingar sem eru alltaf búið að berja alla urriða í hausinn bara alla daga 100 manns og þeir eru einhvern veginn konum miklu lengra og svo eru við alltaf að færast nær þeim það er minna fiski, meira álag okkur, fleiri góðu veiðimenn og svona og þá þarf maður einhvern veginn bara að fylgja með þeim maður ætlar að ná það er nefnilega orðið alveg þetta var ekkert þannig sé álag í urriða sko. Nei. Af því að þá urriðarnar voru þannig það var bókaðir einhverjir með 2 daga svo komum 4 dagir frí þannig var það til dæmis í litla það voru gött hér og þar og þannig að álagi svona, þú veist, þetta var ekki alveg en núna er salan orðin alltaf og mikil í urriðardæminu þannig að
og það bara fullt af kollu sem nenni ekkert að fara í lag sko. Hitt eitthvað sem að vilja bara vera í þessu og þetta verður þannig held ég að silungur verður orðið bara vinsælli heldur lagsinn langt að líður sko. Ég bara eins og við þreytist ekki á að tala um þessu þætti sko, þú veist, ungi veiðmenn í dag þú veist, þegar ég og örugglega þú líka, maður byrjaði í silungi alltaf með það markmið enda í lagsi. Já. Þú veist, þessi strákar í dag þeir eru ekkert að stefna á lagsin. Þú veist, hann out of reach, hann of dýr og þú veist, það ekkert spennandi. Þeim langar bara að veiða stærri silung eða kannski sjóbirting eða stórun urrið á þurrflugu eða þú veist, það er engin aspiration að veiða lax endilega sko. Það bara verið ykkur að ríka kalla sem kunni ekki að veiða. Ég meina, ég búin að bóka mér 5 eða 6 silungsveiðileyfi, ekki 1 laxveiðileyfi en þá allavega. Nei, ég er sama, ég kannski má fá í dag 11 á honum. Mér finnst svona eiginlega miklu skemmtilega að gæta í öryða sko. Já, þetta hitt eiginlega sko, þegar þú ert búin að vera lengi í sömu ánni og kanti þetta þá er þetta oft tíðum svona bara of auðvelt sko. Á göngutíma sko. Eða alveg í hináttina því að þegar þú þekkir inn á einhverja á og er búin að vera lengi gerir alltaf það sama. Já, og líka bara þegar að laxveiðin er vonlaus þá getur hún náttúrulega svo rosalega vonlaus. Það er engin fiskur að koma. Þeir liggja bara límdu upp botnin og það er einhvern veginn en urriðin, hann þarf að nota sumari til að éta. Hann hefur ekki efnað að taka sér dag í pásu eða láta sér leiða sko. Þannig að ef það er yfir höfuð urriði eða sjóbirtíkur eða eitthvað það verður bara þér að kenna það var hægt að vinna í málunum sko. Já, það eru taumannir og flugurnar og allt þetta sem við tala um sko. En hvort tveggja er náttúrulega alveg mjög skemmtilegt sko, og sinn hátt þannig sko. Ég finnst alveg að blanda þessu öllu saman sko. Taka urriðan og jafnvel að gæta þú veist, ég tek urriða og bleikju gætir í til 15. júlí og áður en ég tjekka minna lagsin mæti bara á besta tíma. Það er þekkt stað sko. menn taka præmið og svo þegar vera erfitt að veiða þá hverfa þær. Já, reyndar, það er mjög þekkt stað. Ég þjáist reyndar eitthvað í þessu til svona 22. september þetta árið allan þannig að maður fær alveg að þjást líka. En hann Siggi Ófittir sem situr hérna í sófanum hjá okkur og sést ekki í mynd hann er einn af mönnunum sem stendur á baku það að við skelltum okkur hérna norður að taka sér viðtöl og hann rekur ekki bara einu heldur bestu veiðibúðin á Akureyri veiðiríkið á Eyrinni en til að kíkja við í honum en hann er ekki ég sá skítaglottið á honum þegar hann var að segja mér ég spurði hann hérna spurningu í bóði veiði ríkisins hann segi berðu bara undir að minka hóluna og þá sögur hann bak við það. Já, eina skítasögu. Já, sko, það var þannig að ég á félaga sem heitir Trausti Hákonusson, mjög góður vinur minn og veiðifélagi til margar ára, sko, og hann var eitthvað að spurja mér svona út í minkaviðana því ég er náttúrulega búin að vera mjög mikið í því öllu. Þú ert náttúrulega bara í öllu, þú ert í mink og ref og gæs og önd og bara nefndu það. Já, þetta er allt saman If it flies, it dies. Þetta tekur allt við einhverju öðru yfir árið sko og svo, já, hann var að spurja mig svona, hvernig finn ég minkagreini og bara ef ég sé svona svo ég geti látið þið vita og getur farið hana með hundana og tekið og slátra þessu það er náttúrulega ótækt að sé alltaf minkar út allar ár og allt þetta sko og ég til seiðinn og svona og svo förum við Fnjóska og ég fyrir með hann í fyrir mér Rauðhill og það er svona stór brekkan í hillnum og við löpunir hillnum og ég segi, heyrðu, byrjað þú bara, ég er alveg að skýta á mig sko. Og nei, ég sagði honum ekkert ég þyrfti að mér væri mál sko. Ég sagði, ég þarf að skreppa eins upp í bíl. Svo ég var náttúrulega alveg að missa það í buxum þar og hleyp upp í brekku að svona moldabarði og læta flakka þar sko.
svo fer ég bara niður til Trausta og við veðum hylinn og fengum enga fisk þetta skiptið en ég sagði við hann ég fór upp í bíl og ég fann bara minkagrein ég hef ekki bara verið að reyna að vinna það nú og svo labba ég með hann upp á barðin og segi þetta var einhverstaðar hérna að leita það er alltaf svona skítarúa sko það sem að læðurnar drulla sko minkalæðan hún ef menn sjá einhvern svo leiðis þá er það öllu líka til að læða sko með kolpa það er svona sem maður kalla klósetti sko drulla alltaf á sama stað og ef þú finnur það er svona skítarúa og svo kemur allt inn ég er búin að finna það maður búin að finna og ég segi nú kem og þá beigi kallið sér svona neður sko Þú voru að tala í mikrofónin annars heyrum við ekkert í þér já og beigi sér alveg niður að þessu og lítur svo svona upp á mig er þetta minkaskítur? Er þetta minkaskítur? Þóttar svona heldur mikið seira til Þetta var svona flottur snúður sko ég veit ekki að hverja vilja alltaf allir ég sé skýta þetta var í boði hérna við ekki svo akkurir Trausti er nefnilega svo flottur sko. hann þeir sem þekkjan þeim finnst þetta meira fyndið heldur en kannski hann var komið með trínið alveg onni alveg að rannsaka þetta sko. Þú er ekki satt að upp á bóti og sjá hvort það sé heitur hann hefur örugglega gert það því að hann er svo kvati sko. hann hefur pottið pröfað sko. en út í að við nefnum nú minkinn svona með ágestur í íslenskri náttúru þú veist maður nú séð varginn og eitthvað vera að vinna á þessu og svona Snapchat er allt morandi í þessu því að þú veist vissulega verðum að var við þetta en þetta er ekki eitthvað sem að sprettur út úr hverri gjótu Já, það er bara sum svæði sem eru alveg þétt settin sko og ég heyrði af Kalli vinur minn Jóns hann sagði mér mann og ekki alveg hver átti að hafa unnið það greinið það var við Orustuhul í Miðfirði og hann sagði að hann að grafa upp sko greinið þar það átti að vera bara einhver 1000 seiði eins og allir viti þá náttúrulega sá heilur pakkar seiðum sko og það átti að vera bara einhver 1000 seiði í þessum holpakka sko það sem leiðan var en mikið það er alveg ómikið á sömu svæðum sko en við náttúrulega hafa minka átakana 2007 hérna í Eyjafirði og Snæfellsnesi einmitt hjá Snorra og við náðum bara að drepa þetta á 2 árum sko þannig að það er ekkert mál að drepa þetta Þetta er náttúrulega kleppsvinna Já, það þarf bara peninga og áhuga sama veiðmenn sko og þetta er ekkert mál að drepa þetta alveg niður á öllu landinu ef að menn vil eða peningum í það sko Þú veist, ég er svolítið veitt í Varmá þú veist, þarna fyrir neðan Hveragerði og þú veist, ef þú hugsa bara svæðið þú veist, fyrir neðan Flóan fyrir neðan Selfoss og svo alveg að í rauninni Hellisheiðinni þú veist, það er náttúrulega ótrúlega mikið að mink þarna en þú veist, maður hefur einhvern veginn tilfinningun að maður sé að grafa hol í sand sko, ef þú dreipur einn mink þarna hvað er af mink í öllum þessum skurðum Þetta hefur rauninni verið rosalega mikið þannig að menn er að taka sko svona kúfin af þessu og svo er þetta bara eins árið eftir sko taka ykkur á skorpu, leyfa sér svo bara að koma upp aftur eða bara, þú veist þú mátt veiða þetta marga minka segir sveitarstjórnin sko við borguður ekki fyrir meira og þá fara menn að taka kúin af þessu og svo bara þegar ég koma árið eftir þá bara jafn mikið til sko. Ágætis business model í rauninni sko þú getur bara að labba sama veginn aftur en sko þegar þú gerir þetta ekstra sko þegar er eitt kannski tífaldur tíma með hvað að gera þá er engstundur að drepa þetta niður
ef að menn kunna vita hvað að gera, skilur við. Segjum að bara þú sett leigutæki í Þverá Kjará, þeir langar bara að í samstarfi við veiðifélagið bara útrýma mink í Þverá Kjará. Þú gerir það. Það er engin annar, það er engin að gera þetta í Grímsá, það er engin að gera þetta í Norðurá eða Fnjóskleðinni í ánum í kring. Er þetta þá ekki bara sama? Lappaði ekki bara yfir? Þá er þetta rosalega erfitt. Það er enni ég hef aldrei skilið þegar menn voru að eyða einhverja milljónum í seiði og svo var áinn stöppuð mink og ekki krónu eftir það að halda honum. Skilur ég hef aldrei skilið það og ég veit það er verið að eins og fyrir austan þá er verið að eyða er strengur held ég að eyða til dæmis peningum í það að halda mink niðri. Þannig að það er eitthvað og Stebbi er að raða niður glefsum hann át bakka. Já, Stebbi er eitthvað djöflast í þessu á þeirra vegum og í bland við held ég á vegum sveitafélagsins. En ég var búinn að reyna þetta tala við stjórnir hjá veiðifélögum nokkrum ám að ég geti komið, ég myndi taka umferð með hundana leggja gildrur og svo myndi þeir myndi kaupa gildrur og ég myndi bara leggja þær og svo myndi þeir vita þær því ég náttúrulega var ekki að fara að keyra út á land til þess að og þegar þú ert búin að staðsetja gildrurnar þeir getur svo sem bara beitt í þér og spennt þær upp aftur já, þá þyrftu þeir ekki að vera að borga einhverjum fyrir það og það var alltaf já en svo kom aldrei þetta út fyrir því en þetta tekur minkurinn bæði fugl og fisk þannig að sumir minkar eru aðalega í fugli en svo kemur veturinn og þá náttúrulega leita þær í seiði Já og náttúrulega Átnar við sitjum það er 3 stigi hitt úti, það var 16 stigi hitt einhvers staðar á Austurlandi fyrir nótt og Átnar er ekki á ís og þetta er bara kista fyrir þá Já, ekki vandamáli og jafnvel bara aukast svona með línandi veðurfari. Ég hef aldrei skilið að hverju menn eða ekki einhverjum krónum í það kostar ekkert mikið að taka allavega að megna þessu meða við hvað er ef menn hugsa bara hvað er að missa mörg seiði og seiði kostar 150 eða hvað þetta er sem eina evru Já, eina evru Maður er búin að sjá Snorra kollegaðin í þessu leiðja marga minkin á Snöttjað en það stendur alltaf í mér þá var hann með eitthvað játtkall í einhverju holbarði við held að það veri staðar á Snæfellsnesi Já, ég er búin að fara með hana þar Svo klofna barði frá þá var þar bara 70 cm lax inn í barði sem einhver helvítis minkaræfi ætlaði einhvern veginn að yfirbúa og draga inn lengst inn í holbarð Það er enda mjög sjaldgæft maður sjá svona stóra fiska en svona minni bleikjur hana ekkert mál fyrir þá en þetta er aðalega myndi ég segja seiðin sem þetta liggur í og þeir náttúrulega hafa gert eins og Gísli sagði okkur frá við spjöllum við hann svo í Vesturdalsánni þeir settu 2 seiðaveitur mældu bara á stað X magnið af gönguseiðum sem gengur niður á vori svo bara staði í einhverjum kílómetrum neðar og afföllin voru ég man nú ekki próstuna en þetta voru svakalega tölur sem að hurfu bara í fugl og mink og það fjandar hann á milli Þetta er nefnilega mjög mikið svo það eru fiskjendur og allt þetta Já, svo skarfurinn er farin í land lómur eins og í Litlóni það er nú eitt sem ég veit ekki hvort er að hafa áhrif á ána en svona hafa tilfinningun það væri eitthvað aðeins að róast þetta eru sveiflur öllum ám en lómafjöldin þetta var ekkert orðið venjulegt og með það eins og mér var sagt að hvert lómapar verður að taka 72 seiði á dag fyrir sjálfansu og ungan ég veit ekki alveg þetta lítur alltaf að vera í einhverjum balans við það fæðir sem er í boði ef hún þarf 70 seiði þá er eins gott að það séu 70 seiði skilur ef þau eru ekki til þá fer hún bara út að sjó þannig að þetta er neðri hlutin ánni það er náttúrulega alveg frábært eða logn sömri til að fara seint að kvöldi niður á neðri svæðin og þú heyrir svo vel í þeim kalla tegna vett frábært að hlusta á en af því eru svona margir er þetta alveg frábært þangað til að maður sér það með seiði kjaftin
En svo líka annað í þessu, þetta blasir hans öðruvísi við með minkinn því að hann náttúrulega þessi vágestur sko, þetta okkar klúður og hérna á sér ekki stað í okkar vistkerfi sko. Nei, þetta er náttúrulega tilbúið vandamál sko. eins og svo mörg önnur sko. Og stefnir í annað sennilega með þessu fiskeldi við skulum ekki tala Nei, bara vonandi að hérna, þetta hjal okkar verði kannski einhverjum vitundavakning í þessum málum. Já. Ætlar að fara eitthvað sjálfur að veiða í sumar? Eitthvað skemmtilegt sem að... Nei, Jú, þetta ætla ég að veiða sko. En ekkert skemmtilegt sko. Ekkert nýtt sem að standa til að prófa? Ég fer í litla ána. Það er alltaf svona, það er eiginlega bara núna síðust ár hérna vorveiðin og svo í september í Örriðan og svo náttúrulega bara þetta er voða mikið þannig að maður er að stökku í eitthvað bara frekar sko maður það getur verið. Helgi, takk kærlega fyrir að gefa þér tíma og hitta okkur hérna í Hillum. Þetta er búið að vera helviti gott spjall hjá okkur, við erum búin að fara víða takk og hérna bara eða gott við þessum sömulegis kallum